124. kafli til 132. kafli. Njálsbrennan. Flosi fer að safna liði til að ráðast gegn Njálssonum. Hann gengur mjög hart fram og hótar þeim sem svíkjast að taka þátt í aðförinni dauða. Heima á Bergþórshvoli eru vísbendingar hvað koma skal. Gömul forspá kerling sérstaklega í nöp við þúfu sem hún viss að muni vera völd af vandræðum. Hún vill láta skera hana burt. Það ekki gert. Kári, vinur Njálssona, kemur á Bergþórshvol til að styðja vini sína. Kári og Grímur ætluðu að heiman en frétta að Flosi sé á ferðinni og snúa heim. Bergþóra ákveður að nú skulum að njóta þess að borða vel saman í síðasta skipti og hver má borða eins og hann vill. Njáll fær óhugnalega sýn meðan borðað Honum finnst eins og borðið og maturinn sé allt útatað í blóði. Njáll, synir hans og vinnumennirnir ásamt fleira fólki fyrir utan bæinn þegar Flosi kemur með lið sitt. Menn Flosa hika og þor ekki í bardagann, telja þeir mæti þarna á stórum hópi. Njáll segir að hann vilji að allir fari inn, Skarphéðinn telur að það sé ömurleg hugmynd. Nú þar til að taka Flosi Hann mælti. Nú munum við ríða til Bergþórshvols og koma þar fyrir náttmál. Þeir gera nú svo. Dalur var í hvolinum og riðu þeir þangað og bundu þar hesta sína og dvöldust þar til þess mjög leið á kveldið. Flosi mælti. Nú skulum við ganga heim að bænum og ganga þröngt og fara seint og sjá hvað þeir taki til ráðs. Njáll stóð úti og synir hans og Kári og allir heimamenn og skipuðust fyrir á hlaðinu og var það nærri 3 manna. Flosi nam staðar og mælti. Nú skulum við að hyggja hvað þeir taka til ráðs, því að mér líst svo ef þeir standa úti fyrir sem vér munum þá aldrei sótt að geta. Þá vor för ill, segir Grani Gunnarsson, ef vér skulum eigi þorað sækja. Það skal og eigi vera, segir Flosi, og skulum vér að ganga þó þeir standi úti. En það afhróð munum vér gjalda að margur mun eigi kunna frá að segja hvor sigrast. Njáll mælti til sinna manna. Hvað sjáið þeir til hversu mikið lið þeir hafa? Þeir hafa bæði mikið lið og harðsnúið, segir Skarphéðinn, en því nema þeir þó nú stað að þeir ætla að þeim muni illa sækjast að vinna oss. Það mun ekki vera, segir Njáll, og vil ég að menn gangi inn, því að illa sóttist að Gunnar á Hlíðarenda og var hann einn fyrir. Eru hér hús ramleg sem þar voru og munu þeir eigi sótt geta. Þetta ekki þann veg að skilja, segir Skarphéðinn. Gunnar sóttu heim þeir höfðingjar svo voru vel að sér að þeir heldur vildu fráhverfa en að brenna hann inni, en þessir munu þegar sækjós með eldi þeir mega eigi annan veg, því að þeir munu allt tilvinna að yfirtaki við oss. Munu þeir það ætla sem eigi ólíklegt að það sé þeirra bani ef oss dregur undan. Ég og þess ófús að láta svæla mig inni sem melrakka í greni. Njáll mælti. Nú mun sem oftar að þér munu bera mig ráðum, syni mínir, og virða mig engis. En þá þér voru yngri gerðu það eigi og fór yðvart ráð þá betur fram. Helgi mælti. Gerum vér sem faðir vor vill. Það mun oss best gegna. Eigi veit ég það víst, segir Skarphéðinn, því að hann nú feigur. En vel má ég gera það til skaps föðu mínum að brenna inni með honum, því að ég hræðist ekki dauða minn. Hann mælti þá við Kára. Fylgjumst vér vel mágur, svo að engi vor skilji við annan. Það hef ég ætlað, segir Kári. En ef annars verður auðið þá mun það verða fram að koma og mun ekki mega við því gera. Hefn þú vor, segir Skarphéðinn, en vér skulum þín ef vér lifum eftir. Kári hvað svo vera skildu. Gengu þeir þá inn allir og skipuðust í dyrnar. Flosi mælti. Nú þeir feigir, þeir hafa inn gengið. Skulum við nú heimganga sem skjótast og skipa sem þykkvast fyrir dyrin og geyma þess að engi komist í braut, hvorki Kári né Njálsynir, því að það vor bani. Þeir Flosi komu nú heim og skipuðust umhverfis húsin, ef nokkur væru laundyr á. Flosi gekk framan að húsunum og hans menn, Hróaldur Össurason, hljóp að þar sem Skarphéðinn var fyrir og lagði til hans. Skarphéðinn hjó spjótið af skafti fyrir honum og hljóp að honum og hjó til hans og kom öxin ofan á skjöldin og bar að Hróaldi þegar allan skjöldin en hyrnan svo fremri tók andlitið og féll hann á bak aftur og þegar dauður. Kári mælti. Lítt dró enn undan við Skarphéðinn og þú vor fræknastur.
Eigi veit ég það víst, sagði Skarphéðinn og brá við grönum og glotti að. Þeir Kári og Grímur og Helgi lögðu út mörgum spjótum og særðu marga menn, en þeir Flosi gátu ekki að gert. Flosi mælti: Vér höfum fengið mikinn skaða á mönnum vorum, eru margir sárir, en sá veginn vér myndum síst til kjósa. Nú það séð að vér fáum þá aldrei með vopnum sótta. Sá nú margur eigi gengur jafn skörulega að sem létu en þó ekkiðu mest. Mæri ég þetta mest í Grana Gunnarssonar og Gunnars Lambasonar, sér létu verst eira. En þó munum við nú verða að gera annað ráð fyrir oss. Nú 2 kostir til og hvorki góður. Sá annar að hverfa frá og það vor bani, hinn annar að bera að eld og brenna þá inni og það stór ábyrgðarhlutur fyrir Guði. En vér erum menn kristnir sjálfir, en þó munum vér það bragðs taka. Flosi og félagar kveikja nú eld, en konurnar á bænum slökkva ítrekað fyrir þeim með sýru, hlandi eða vatni. Þeir ákveða því að kveikja í þakinu og nota þúfuna eða arfasátuna til að ná eldinum á strik. Skarphéðinn og Grani Gunnarsson stæla aðeins sín í milli og Skarphéðinn minni Grana á að Grani hafi ekki tekið þátt í að hefna fyrir föður sinn, það hafi Skarphéðinn gert fyrir hann. Skyndilega sjá þeir sem inn eru að allt lofti logar og fyrir öllum dyrum eru stór eldhöf. Konurnar verða hræddar, en Njáll biður alla að vera rólega og taka því sem koma skyldi af æðruleysi. Hann segir að Guð muni sýna þeim miskunn og ekki brenna þau bæði í þessum heimi og þeim næsta. Njáll gengur brátt út í dyr og kallar á Flosa. Flosi tala við hann. Njáll spyr hvort hann sé til í að gera sætt málið eða að minnsta kosti leyfa saklausu fólki að komast út. Flosi býður öllum konum, börnum og húskörlum útgöngu. Njáll segir Þórhöllu, konu Helga, að leiða fólkið út. Hún gerir það. Önnur kona vill bjarga Helga og klæðir hann í kvenföt utan yfir, þrátt fyrir að hann hafi fyrstu ekkert viljað með slíkt hafa. Flosi sá strax að ein konan var óvinnu sterkleg og hávaksin og skipaði mönnum sínum að grípa hana, en þá kastaði Helgi af sér skikkjun og hjó fótaveinum hann að Flosa, en þá hafði Flosi komist alla leið að honum og þar hjó hann hausinn af Helga. Flosi fór aftur að dyrunum og kallaði í Njál. Njáll kom til dyra. Flosi bað Njál að koma út og taka Bergþóru með sér, þau ætti ekki skilið að deyja í eldinum. Njáll afþakkaði fyrir sitt leyti, sagðist vera of gamall til að hefna svona sinna og hann vildi frekar deyja en að lifa við skömm. Þá bað Flosi Bergþóru að koma út. Hún svaraði, eftirminnilega: Ég var ung gefin Njáli og hef ég því heitið honum að eitt skyldi ganga yfir okkur bæði. Þau fara aftur inn. Njáll segir að það sé tímabært að þau leggist í hvílu og liggi þar til kemur það sem koma skal. Þau ætla að fara að leggjast en Bergþóra vill fyrst koma út úr bænum litlu ömmubarni, Þórði Kárasyni, en hann neitar að fara og segist frekar vilja deyja með ömmu sinni og afa en að fara út. Þau leggjast öll fyrir og breiða yfir sér nautshúð. Skarphéðinn grínast með það að Karl faðir hans færi snemma í bólið, enda orðinn gamall. Flosi og aðri brennumenn reyna að nota spjót eða önnur vopn, en það dugar ekki til. Njálsynir og Kári eru duglegir að kasta út brennandi timbri eða spjótum sem reynt að kasta í þá. Flosi ákveður að bíða þar til eldurinn drepur þá. Eftir nokkra hríð segir Skarphéðinn vissum að pabbi sinn sé dáinn. Það hafi ekki heyrst hvorki hósti né stuna í nokkra hríð. Þá tekur Kári eftir því að stórt tré hefur fallið niður á gólf í enda skálans. Það er mjög brunnið í miðju en hægt að hlaupa á því upp og út úr bænum. Hann biður Skarphéðinn að fara undan. Skarphéðinn neitar að fara undan jafnvel þótt Kári suði í honum. Kári segir að hann telji víst að Skarphéðinn muni þá deyja í eldinum. Skarphéðinn segir að það muni þá hlæja sig að vita að Kári hafi sloppið og muni hefna þeirra. Kári kastar logandi spýt út úr bænum og hleypur upp jálkan. Bæði fötin og hárið honum logaði þegar hann stökk út úr bænum, en hann kom niður þar sem reykurinn lá og gat hlaupið innan í honum burt. Einn brennumanna sá hann og hafði orð á því að sér sýndist vera maður í reyknum, en hinir sögðu að það veri vitleysa. Hann hefði sér logandi spýtu sem hefði verið kastað. Kári hleypur þar til hann kemur í læk og slekkur þar í sér. Skarphéðinn ætlaði að hlaupa á eftir en bjálki var of brunninn og hann of þungur. Timbrið brotnaði undan honum og hann fellur í gólfið. Hann reyndi aftur að sleppa en án árangurs og ákvað að láta það gott heita.
Hann stendur út við vegg þegar Gunnar Lambason sér hann, þar sem Gunnar hefur tekið sér stöðu upp á veggnum. Gunnar gerir grín að Skarphéðini og spyr hvort hann sé að gráta. Skarphéðinn neitar því en viðurkennir að sé svíði í augun undan reyknum. Hann spyr hvort hann sjái rétt að Gunnar sé að hlæja. Gunnar játar því og segist ekki hafa hlegið síðan í bardaganum þar sem Þráinn var veginn. Skarphéðinn segist eiga minjagrip handa honum. Skarphéðinn tekur úr pússi sínu tönn sem var ein af þeim sem hann bjó úr Þráni við Markafljót. Hann kastaði tönnin í Gunnar og hitti í augað sem féll úr augtóttinni og lá út á kinn. Gunnar datt niður af veggnum. Maður kemur seinna ríðandi að og flytur þær fréttir að Kári hafi sloppið skaðbrendur en í hefndarhug. Flosi segir að það sé slæmt, þeir muni ekki sleppa auðveldlega frá hefndum hans en það sé Kári næstur Gunnari á Hlíðarenda alla hluti. Seinna héldu menn að allir væru dauðir inni en þá gaus aftur upp eldurinn og þeir heyrðu Skarphéðinn kveða vísu. Grani Gunnarsson spurði hvort þeir héldu að Skarphéðinn hefði kveðið vísuna lifandi eða dauður. Flosi sagðist ekki ætla að geta sér til það. Þegar Flosi var viss allir væru dauðir fór hann að leita að Ingjaldi bróður Hróðnýjar sem átti launson með Njáli, enda að Ingjaldur svikist að koma í ferðina. Ingjaldur skammar sín ekkert og segist ætla frekar að ganga í lið með Kára en að sleikja Flosa upp. Úr verður bardagi en Ingjaldur sleppur eftir að hafa drepið mann. Kári safnar nokkrum sérvinveittum í kringum sig og lætur fara að sækja bein Njáls. Í bænum finnst nautsúðin á kafi ösku og undir henni lík þeirra þriggja, Njáls, Bergþóru og litla drengsins, sonar Kára. Ekkert þeirra var brunnið nema einn fingur á drengnum sem hafði staðið út undan húðinni. Líkami Njáls var óeðlilega bjartur. Leitað er að Skarphéðini og finnst hann standandi upp við vegg með opin augu og búinn að lemja öxinni svo fast í tré að hún skemmdist ekki í eldinum. Hann var óbrunninn að öðru leyti en því að fótleggirnir voru brenndir upp að hnjám og hann hefði brennt lítil krossmörk í bringuna og bakið á sér. Kári ákveður að nú verði hefnt.